Og þeir sem að heima sitja á þennan bæjarstjórnarfund sem númer 500. Gaman að því. Fundurinn haldinn í fundarsal bæjarstjórnar í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og í dag 20. október 2022. Mættir eru Gylfi Ólafsson, aðalmaður, Kristján Þór Kristjánsson, aðalmaður, Elísabet Samúelsdóttir, aðalmaður, Aðalsteinn Egill Traustason, varamaður, Þorbjörn Halldór Jóhannesson, varamaður, Finney Rakel Árnadóttir, varamaður, Guðmundur Ólafsson, varamaður, Jóhann Birkir Helgason, aðalmaður og Arna Lára Jónsdóttir, bæjarstjóri. Starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir, bæjarritari. Ég segi þá þennan 500. fund settan. Við göngum til dagskrár sem í 18 liðum. Fyrsta mál tillaga frá bæjarráði að selja 2 íbúðir á Sundstræti 14 á Ísafirði á almennum markaði. Orðið laust. Arna Lára Gjörsson. Já, og forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það þetta mat okkar að bærinn hafi ekki not fyrir þessar íbúðir. Þetta er má segja fjölbýlishús. Það eru 3 íbúðir í þessu húsi og staka íbúðin eru í eigu einkaaðila. Það voru hugmyndir hér samkvæmt gömlu skipulagi að bærinn ætlaði sér að eignast þetta húsnæði og rífa það sem hluta af skipulagi, en það hefur horfið frá því og þar með ákveðið bara að selja þessa íbúðir á markaði því bærinn hefur svo sem engin not fyrir þessa 2. Þannig að hér óskað bara eftir heimild fyrir að hefja söluferli. Takk fyrir þetta. Fleiri sem að vilja? Kristján Þór, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég bara vil fagna því að við séum að selja eignir sem við höfum ekki not fyrir og bara vil koma og hvetja bæjarstjóra og meirihluta að halda áfram að selja eignir sem við þurfum ekki, verkefni sem vorum byrjuð á og við þurfum nauðsynlega að gera bara til að lækka skuldahlutfall og ná okkur í aðeins meira af tekjum. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið laust. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég get glatt Kristján Þór með því að ég skrifaði undir tilboð í dag, 1 íbúð í Ferðastræti 6. Þannig að þetta gengur og þetta gangi svolítið hægt en það mjakast. En við erum alveg á sömu leið með þetta og fyrir bæjarstjórn að við þurfum svo sannarlega að selja íbúðir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Og svo ekki, þá ætla ég að bera þetta upp og því sem eru samþykk þessari tillögu vinsalast rétti upp hönd. Þetta samþykkt 9-0. Samhljóða sem sagt. Þá förum við í annan lið og dagskrá. Það tillaga frá 465. fundi velferðarnefndar frá 11. október síðastliðinn að samþykkja nýtt tekjuviðmið til álagningar fasteignagjaldafsláttar til aldraðra og öryrkja fyrir árið 2023. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Ég bera þetta þá upp. Vinsamlegast rétti upp hönd ef samþykkt. Þetta 9-0 samhljóða. Við skellum okkur þá í 3. lið. 3. liður bæjarstjórnar tillaga frá 165. fundi menningarmálanefndar sem framfór 11. október 2022 að samþykkja
nýjar reglur bæjarlistamann Ísafjarðarbæjar. Orðið er laust. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta eru bara örfá breytingar sem hér er verið að gera og rauninu til þess að bara reyna til að skýra reglurnar, en svo langaði mér bara til þess að vekja athygli á því að við munum útnefna nýjan bæjarlistamann á laugardaginn í Hömrum klukkan 3 og það verður mjög gaman að sjá bæjarfulltrúa við það tilefni þegar nýr bæjarlistamaður verður útnefndur. Takk fyrir þetta, Arna Lára. Fleiri sem að vilja þessi ljós undir þessum lið. Svo er ekki. Ég ber þá þessa tillögu nýjar reglur bæjarlistamann Ísafjarðarbæjar. Þeir sem eru samþykkt tillögunni vinsamlega rétta upp hönd. Þetta er samþykkt 9-0, samhljóða. Við förum þá í 4. lið á dagskrá. Það er tillaga frá 1215. fundi bæjarráðs sem framfór 17. október 2022 að samþykkja umsögn bæjarstjóra og er sem sagt tillaga bæjarráðs hér með borin upp. Hún er gjörðu svo vel, Gylfi. Fundarstjóri, fundargestir eða fundarmenn. Þannig er að máli sem við erum að taka núna fyrir á sér rót í umsögn Vestfjarðastofu ég sagði fundarstjóri. Já, þetta forseti. Bæjarfulltrúar. Það sem að hér er til umfjöllunar er umsögn Vestfjarðastofu vegna fjárlagafrumvarps og svo tillaga svona aðeins styttri útgáfu. Umsögn Vestfjarðastofu er á 11 blaðsíðum og er afskaplega greinargóð og við tökum undir hana heils hugar. En það eru helst nokkur atriði sem við viljum taka sérstaklega fram og það er að Vestfirðir hafi setið eftir í uppbyggingu innviða eins og samgangna, orku og fjarskipta. Við nefnum sérstaklega fiskeldið sem hefur aukið umferð verulega og leggst ofan á nú þegar veikt samgöngukerfi með tilheyrandi sliti og slysahættu og svo leggjum við mikla áherslu á það að fiskeldisgjald sá hluti fiskeldisgjald sem rennur nú í fiskeldissjóð rennir til sveitarfélaganna beint í A-hluta þeirra til þess að standa undir þeirri uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað í tengslu við uppbyggingu í fiskeldi og mannfjöldaþróun og það sem að því fylgir, það er húsnæðisskortur og það þarf að fráveituframkvæmdum, það eru hafnir, skólamannvirki og ýmislegt sem að þarf að sinna og við teljum að það sé best að þessu sé fyrirkomið þannig að þessi peningar renni beint í A-hluta sveitarfélagana og leggjum áherslu á það. Þessi bókun eða umsögn er þá ég legg þá til að fundargestir samþykki þessa umsögn. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Engin kveða sér ljós, þannig að ég ber þetta þá upp til atkvæða, vinsamlega styttu upp hönd þessum samþykk. Það er 9-0. Við förum þá í 5. lið á dagskrá sem er tillaga frá 594. fundi. Fór að þetta hans að hugsa.
fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem framfór 13. október 2022 að fyrirtækið 1989 EHF fái lóðina við Fífutungu 4 á Ísafirði samkvæmt umsókn. Fyrirgefið þið. Þetta var 6. mál á dagskrá. Þetta er sem sagt að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020. Skipulagsbreytingin snýr að textabreytingu þar sem að svæði á A3 á Þingeyri breytist úr athafnasvæði í verslun- og þjónustusvæði með svigrúm til reksturs gististaða og veitingasölu. Orðið er laust. Engin kveður svo hljóðs. Þá ber ég hana upp til atkvæða þar sem er samþykki að vera rétt upp hönd. Þetta er samþykkt 9-0. Og þá förum við í 6. mál sem er einnig tillaga frá 594. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar frá 13. október 2022 að fyrirtæki 1989 EHF fái lóðina við Fífutungu 4 á Ísafirði samkvæmt umsókn. Orðið er laust. Engin kveður svo hljóðs. Þeir sem eru samþykkt þessari tillögu vinsamlegast rétta upp hönd. Þetta er samþykkt samhljóða 9-0. Þá er það 7. mál sem er einnig tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 594 frá 13. október 2022 að bæjarstjórn staðfesti tillögu á óverulegri breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar á Ísafirði í samræmi við uppdrátt KOA Arkitekt EHF. Bæjarstjórn heimili málsmeðferð vegna óverulega breytingar á deiliskipulagi á fundi sínum þann 3. mars 2022. Með deiliskipulagsbreytingunni er lóðin Fjarðarstræti 20 stækkuð en þar er fyrirhuguð bygging nemendagara Háskólaseturs Vestfjarða. Aðrir skilmálar í skipulagi haldast óbreyttir. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti. Sú breyting sem að hér liggur fyrir fundinum er að stækka lóðina þar sem að hjólbarðarverkstæði Daða var og aðrir skúrar í gegnum tíðina. Teikningarnar sem að liggja hér fyrir byggja á deiliskipulagi sem er gamalt, þannig að þar er gert ráð fyrir að Eyrin stækki talsvert til norðurs og að ný safnbraut verði þarna norðamegin. Lóða uppdrátturinn eins og hann kemur þá fram á myndinni er villandi því að því leyti að lóðin nær nánast upp að göngustígnum sem að nú er og ekki skil neitt autt pláss eftir fyrir aftan. Mér langaði bara að það komi fram. Það eru engar aðrar breytingar gerðar á þessu og áfram gert ráð fyrir 2-5 hæða húsi þó að fyrirliggjandi teikningar gerir ekki ráð fyrir svo háu húsi. Ég vil bara fagna þessu máli, fagna því að þessi gömlu skúrar séu rifnir niður og að við séum að nýta vannýtt pláss á svæðinu til þess að byggja þarfar og góðar íbúðir. Þetta undirstrikar líka þörfina fyrir það að taka upp skipulag ekki bara þarna heldur annars staðar á Eyrinni sem er fyrir löngu úr sér gengið og hamlar uppbyggingu íbúðar og atvinnuhúsnæðis hér í þessum bæ. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja þessi ljós undir þessu? Arnar Lára, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að taka út með Gylfa. Þetta er alveg gríðarlega skemmtilegt verkefni og svo bara gaman að sjá það hvernig umferð yfir stór aukist í Fjarðarstrætinu. Allir bæjar bara mjög spenntir fyrir þessu verkefni. En kannski líka að segja fyrir því að við erum í mjög miklu kappi við tímann. Aðalega þeir sem eru að fara að byggja og það þarf einhvern veginn alltaf að ganga upp svo þeir geti byrja að steypa plötuna fyrir veturinn og það er stefnan. Þannig að þetta verði tilbúið á næsta ári en það þarf alltaf að ganga upp og við erum að reyna að hjálpa þeim með þetta og það eru allir búin að bretta upp ermar svo þetta geti orðið að veruleika fyrir veturinn þeir geti byrjað.
Þannig að þetta er alveg bara gríðarlega skemmtilegt og spennandi verkefni. En það sýnir okkur það að þetta er alveg hægt og við þurfum að fara að finna fleiri lóðir og fara að gera meira að svona verkefni. En þetta er náttúrulega stóra verkefni okkar. Við funduðum með HMS í dag við bæjarritari og Suðurstjóri umhverfis- og eignasviðs og við erum að tala að við þurfum að búa til pláss fyrir 800 íbúa á næstu 10 árum og þannig að við þurfum heldur betur að bretta upp ermar og búa til verkefni sem þetta og skipuleggja fleiri lóðir þannig að fólk getur farið að byggja. Þannig að það eru bara spennandi tímar hérna framöndan í þessu. Eru fleiri sem vilja hversu hljóðs undir þessum lið? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Þessum eru samþykkt, rétt við bönd. Þetta er 9-0, samþykkt samhljóða. Þá er komið að 8. mál á dagskrá sem er einnig tillaga frá skipulags- og mannvirkjanefnd frá fundi nr. 594 frá 13. október 2022 að bæjarstjórn staðfesti og heimili auglýsingu á uppfærðum uppdrætti unninna verkís vegna breytinga á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020. Skipulagsbreytingin er tilkomin vegna vegagerðar á Dynjandisheiði sem er löngu tímabært en orðið er laust. Gylfi, gjör svo vel. Forseti, hér er fyrir fundinum sú tillaga að þessi breyting á aðalskipulagi verði auglýst. Þetta er mikið fagnaðarefni, það er fyrir löngu tímabært að laga veginn yfir Dynjandisheiði. Vegagerðin er að vinna að því eða það er verið að vinna að því að klára fyrsta áfanga og byrja á öðrum áfanga, skilst mér bara á þessum dögum eða þessa dagana og þetta er því þá 3. áfangi. Þetta eru mikið lyftistöng fyrir Vestfirði og ég legg til að bæjarstjórn samþykki þetta fari í auglýsingu svo hægt verið að ganga frá þessum breytingum sem fyrst. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Arna Lára, gjör svo vel. Ég þarf bara að fara á klukkuna sko. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla kannski til að bæta hérna við að við áttum hérna fund með vegagerðinni í gær. Við Suðurstjóri umhverfis- og eignasviðs og nýr starfsmaður sviðsins og þar ræddum við með þessa breytingu. En við ræddum líka annað mál sem er ekki hluti af þessari breytingu. Það er við ræddum við þau að láta setja slitlag á veginn frá gatnamótunum að Dynjanda sem ekki gert ráð fyrir útboði og vegagerðin tók mjög vel í það og þeir gera ekki ráð fyrir nema þeir muni setja slitlag líka á stubbin frá gatnamótum og að fossi eða að fína hringtorkinu. Takk fyrir þessar upplýsingar, Arna Lára. Fleiri sem velja kveða sér hljóðs? Kristján, gjör svo vel. Já, forseti, ég sat einmitt fund líka með vegagerðinni í gær en á öðrum forsetum sem nefndamæður innviðanefnd Vestfjarðastofu og ég vil kannski ítreka það bara við bæjarstjóra og bæjarfulltrúa að við þurfum áfram að halda pressu og þunga okkar á þetta því að það kom framfæri máli vegagerðinnar að þetta er í rauninni það sem er farið útboð líka hefur hækkað og er í rauninni ekki full fjármagnað ennþá að öllu leyti og það er gat þarna upp á tæpa 3 milljarða held ég á framkvæmdum sem eftir að gera þannig að það er verðt að halda þeim vefnið og láta það heyra í okkur og íta á þetta verkefni og passa að þetta fari örugglega fram sem og þessi 3. og svo 4. áfangi svo það fari í útboð á réttum tíma og verðum við klár kannski 2027 með allt en svo er þá eftir náttúrulega inn í þessari tölu er ekki bútur við Vatnsfjörð sem er ekki búið að ákveða lagningu vegar og svo er eftir náttúrulega Gufudalurinn og Djúpafjörðurinn og það brúagerð þar og annað slíkt sko. Þannig að við höldum bara áfram að þrýsta á að þetta fari í gegn og haldi áfram og verði gott
því að þetta verður okkur öllu hagsbóta að ná þessum hring malbikuðum öllum og auk þess að halda í við að þrýsta á enn frekari vetrarþjónustu á þessum stöðum. Takk. Takk fyrir Kristján. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum 8. lið á dagskrá? Svo ekki. Ég ber þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkt réttið upp hönd. Samþykkt 9-0. Þá er komið að fundagerðum sem eru lagðar fram til kynningar. Fyrst er það fundagerð barnaverndarnefndar norðanverðu Vestfjörðum. Fundanúmer 193 sem framfór 23. september 2022. Fundagerðin einum lið. Orðið er laust þessa fundagerð. Engin hversu hljóðs. Hún er þá lögð fram. Fundagerðin er lögð fram. Þá er það fundagerð bæjarráðs númer 1215 sem er lögð fram til kynningar. Fundurinn var haldinn 17. október 2022 og er í 14 liðum. Einhver sem vill hversu hljóðs undir þessum lið? Já, alveg að rugla. Jú, það er fundagerð 10. liður á dagskrá er fundagerð bæjarráðs númer 1214, afsakið. Hún er lögð fram til kynningar, hún er í 7 liðum. Er einhver sem vill hversu hljóðs undir þessu? Svo er ekki, hún er þá lögð fram. Þá förum við í fund bæjarráðs, fundur númer 1215. Hann er sem að haldinn var 17. október 2022, fundagerðin er í 14 liðum. Er einhver sem kveður sér hljóðs undir þessum lið á dagskrá? Arna Lára, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á fundagerðum frá íbúasamtökum átaki eða hverfisráðinu. Mér þykir alltaf hollt að lesa fundagerðir frá hverfisráðunum og svona sjá hvaða umræður er gangi og hvaða verkefni hverfisráðunar leggja áherslu á. Hérna liggja 2 fyrir frá Þingari. Svo getur líka kannski upplýstað við bæjarættir áttum fund með hverfisráðun á Flateyri í vikunni á þriðjudaginn og þessi fundir yfirleitt gefa manni mjög mikið. Og við finnum það eftir það, það er mikil umræða hverfisráðin og framtíð þeirra og við höfum rætt það bæði, við áttum hér fund líka með Sædísi Ósk, hún er varabæjarfulltrúi Framsóknarflokksins, en við höfðum svona haft það í huga að hún myndi stýra hópi til þess að skoða framtíð hverfisráðuna og við þurfum svona að fara að slá aðeins í klárinn þar að því að það er svo sannlega komið tíma á það. Þannig að ég bara bið ykkur að skoða það og bara hugsa með okkur hvernig við tökum það verkefni áfram. Mín skoðun er svo að það þurfi kannski frekar að leyfa umræðan svolítið að þroskast heimastjórnir eins og krafan var síðasta kjörtímabili og það er margt sem við getum gert með bættum samskiptum en ég allavega hef ég svona, við skulum ekki taka hugmyndan frá Múlaþingi óbreyttar, við skulum skoða þær og læra þeim og gera að okkar og þá breyta þeim sem henta okkur af því við erum þetta fást við allt öðru sveitarfélag. Þau eru í ný sameinuð sveitarfélagi en við erum búin að vera sameinuð síðan 1996 en það er þetta sagt þá þannig að við erum margt sem við getum gert betur og það er svona spurningur leiðirnar hvað við getum gert til þess að ná fram okkar markmiðum og ekki síst að íbúar hafi þá meiri áhrif á þróun mála og við komum þá samskiptunum líka í betri farveg að fólk upplifa þessi svarað og þið munið það sem voruð síðustu kjörtímabili að helstu atriðin sem hverfisráðun gera athugasemdir við, það er rosalega mikið samskiptaris eðlis, þau veit ekki hvert máli sinni er að fara, þau gera einhverja athugasemdir og þau veit ekki ferlana og það er eitthvað svona sem
við getum auðvitað lagað og þurfum að koma þessi ferli. En þetta var nú svo sem ekkert sérstaklega til umræðu í þessari fundagerð en við tókum þetta fyrir í bæjarráði og þetta og líka gaman að sjá að það hafa allir hugmyndir hvernig á að nýta þessa fiskeldispenninga og það hefur svo sannarlega þessi bæjarstjóri, hann hefur líka miklar hugmyndir hvernig hann getur notað allar 100 milljónirnar sem fáum þegar við fáum það í gegn. Þannig að gaman að sjá það. Já, eru fleiri sem að vilja taka til máls undir fundagerð bæjarráðs sem 1215? Kristján Þór, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að nota tækifærið að því að hún er snillingur í að fara svona finna punta utan dagskrár í fundagerðum, hún Arna, að grípa hana bolta með það og hvetja hana bara til þess að fara að setja að stað þá einhvers konar nefnd til þess að skoða kosti og ókosti heimastjórnar fyrir okkar sveitarfélaga. Við leggjum mikla áherslu á það í Framsókn að þetta verði skoðað til ýtrustu möguleika að gera þetta því að við teljum kostina vera meiri en ókostina en það þarf þá bara annað að koma í ljós með þessari nefnd en ég hvet að það skuli þá vera komið á skoðað og rætt þá bara við Múlaþing kosti og galla og hvort að við getum þá ekki yfirfært kosti yfir á okkar sveitarfélag frekar ókosti og skoða þetta af einhverju alvöru því að það er greinilegt að maður finnur það og fann það í kosningabaráttunum og fann það fyrir það er ákveðin gjá á milli og það er ákveðið vantraust á milli minni byggðakjarnana og stærri og það er eitthvað sem við þurfum að laga og heimastjórnin getur verið hluti af því. Ég hveti ykkur til að skoða það. Jæja, eru fleiri sem að vilja, já, Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti, ég er svo bara glöð að Bæjarfellur Kristjáns hefur lært mikið af mér, mjög gagnlega hluti sig. En við höfum rætt við Sædísi og við erum að gera ráð fyrir peningi í þetta á næstu fjárhagsáætlun að við getum sett á fót þennan hóp. Ég hef rætt þetta aðeins við Norðurþing sem eru líka, kannski líka kveikjan er að við erum með verkefnastjóra á Flateyri sem er starfsmaður Ísafjarðarbæjar, hann er með ráðningarsamning fram á næsta sumar og hann er í svona brotabyggði á verkefni á Flateyri og svo erum við með annan verkefnastjóra á Þingeyri, Agnesi Arnardóttur sem er í hálfu starfi hjá brotabyggðum og í hálfu starfi hjá Vesturstofu. Hún lætur að stórum á áramótum. Þannig að það eru svo mikla breytingar í farvatninu þannig það er alveg satt, við þurfum að fara að koma þessu strax í gang og við tökum það bara til okkar og við erum þetta svo sem búin að gera ráð fyrir þessu fjárhagsáætlun. En það væri líka gott að fá ykkur til þess að hugsa. Við höfum svolítið verið að hugsa upp á hvers konar hvernig við eigum að gera þetta. Það har oft verið rætt meðal bæjarfulltrúa að það væri gott að hafa eitthvað svona aðala á fjörðunum sem væri svona verklegur sem getur farið í íþróttahúsi, lagað, gert eitthvað, skipt perur, gert eitt og þetta og séðum svona minniháttar verk og svo eru aðrir sem hafa það skoðun að það sé rosa gott að hafa svona einstakleika eins og verkefnastjóruna sem við erum með núna sem kunna á stjórnsýsluna, kunna að ýta eftir málum og hjálpa fólki með að setja hluti í farveg, hjálpa þeim að sækja lóðir og gera þetta og gera hitt. Og þetta er svona kannski sem við þurfum kannski að ræða líka og það er nú líka svolítið gaman að segja þetta er núna með fulltrúa frá Þingeyri og við erum með fulltrúa frá Suðureyri og 3 bæjarfulltrúa úr Önundarfirði sem er nú vanalega með okkur eru fjarverandi í dag en þetta bara skiptir máli við þurfum einhvern veginn að svo erum við náttúrulega með úr Hnífsdal svo það sé ekki sagt og ég var að hafa nú oft verið rætt á síðasta kjörtímabili þá voru Hnífsdalingar stór hluti af bæjarfulltrúum, nú er það Önundarfjörðurinn sem á stóran part bæjarfulltrúa, ekki það skiptir máli en margir sem hafa gaman af ættfræði og svona þeir hafa gaman af þessum pælingum. Takk fyrir þetta Arna Lára. Við erum enn á fundi bæjarráðs númer 1215 svo allir séu með á nótunum. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá er þessi fundagerð lögð fram. Þá er það næst fundagerð fræðslunefndar. Þetta er fundagerð númer 445
og hún er hér lögð fram til kynningar. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Finni. Forseti og bæjarfulltrúar, mig langar að ræða hérna varðandi lið 4 í síðustu fundargerð, varðandi skólakstur í Skutulsfirði. Þá langar mig að vekja athygli á því að fyrirhuguð breyting samkvæmt minnisblaði sviðsstjóra á skólakstri mun ekki fara í gegn eins og stóð til vegna þess að slík mál er varða skólakstur þurfa að fara fyrir bæjarstjórn. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Fundargerðin er því lögð fram. Þá er það næst fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 235 sem haldin var 5. október 2022. Fundargerðin er í 4 liðum. Einhver sem orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Fundargerðin er því lögð fram. Við förum þá í 14. lið á dagskrá sem er fundargerð menningarmálanefndar, fundur nr. 165 sem haldin var 11. október 2022. Fundargerðin er í 7 liðum. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Fundargerðin er því lögð fram. Þá er það 15. liður á dagskrá. Það er fundargerð sameinaðar almannavarnanefndar Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps. Fundargerð nr. 38. Þessi fundur var haldinn 12. október 2022 og er í 4 liðum. Orðið er laust. Enginn kveður sig hljóðs. Fundargerðin er því lögð fram. Þá er það fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 594. Þessi fundur var haldinn 13. október 2022 og er í 7 liðum. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Fundargerðin er því lögð fram. Þá er það umhverfis- og framkvæmdanefnd. Fundur nr. 125 sem haldinn var 10. október 2022 og fundargerðin er í 3 liðum. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Fundargerðin er því lögð fram. Þá er komið að síðasta mál á dagskrá. Það er fundargerð velferðarnefndar nr. 465 sem haldin var 11. október 2022 og er í 5 liðum. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Fundargerðin er því lögð fram. Þá er dagskráin tæmd í dag. Ég vil